í upphafi málþings ætla ég að biðja hana Dóru Guðrúnu Guðmundsdóttur sem er sviðsstjóri áhrifaþátta heilbrigðis að ávarpa málþingið. Gjörðu svo vel. Já, takk Jenny. Já, við þurfum að passa okkur svolítið með hljóðið núna því við erum að taka þetta upp. Við erum að, viljum endilega að þessar upplýsingar heilsueflandi leikskóla komist sem víðast, ekki bara til þeirra sem komust hingað í dag, heldur til allra þeirra sem hafa áhuga að vinna að heilsueflandi leikskólum allt land. En takk kærlega til ykkar sem eru komin hingað í dag. Takk kærlega fyrir að koma og vera með okkur. Við hlökkum mikið til þess að eiga þennan dag hérna en eftirmiddag með ykkur og kynna fyrir ykkur með þessar áherslu sem við erum að vinna hjá embætti landlæknis. Við viljum vinna þær í mjög nánu samstarfi við ykkur sem eruð að vinna á feltinu og höfum gert það alveg frá upphafi. Og þessi mynd okkar sem við höfum svona myndræna framsetning á heilsueflandi starfin okkar, hún sést hérna uppi, heilsueflandi samfélag sem viljum vinna að á öllum æviskeiðum. Leikskólinn, við erum með heilsueflandi leikskóla, við erum með heilsueflandi grunnskóla, við erum með heilsueflandi framhaldsskóla, við erum með ráðleggingar heilsueflingu á vinnustöðum og svo við verið að vinna líka í samvinnu við sveitarfélög heilsueflingu eldri borgara og svo með sveitarfélögum líka almennt bara hvernig getum innleitt þetta inn í bara allt starf í sveitarfélögum. Og þessir hérna í hringnum okkar, þá eru líka þessir þættir, þar sem sérstaklega sem eru áhrifaþættir heilbrigðis sem við höfum líka sérfræðaþekkingu hjá embættinu og höfum sérfræðinga. Það geðræktinn og hreyfingin og næringin, tannverndin og svo erum ofbeldis- og slysavarnir, áfengis- og vímuvarnir og við höfum kannski ekki farin að vinna þeim í leikskólan eitt svona beint. En rauninni allt heilsueflingastarf til að stuðla að heilsueflingu, heilbrigðum lifnaðarháttum og draga auðvitað líkum á einhverju neikvæður eða óhættu hegðun seinna á lífsleiðinni. Það er mikilvægt og þið vitið það mjög vel að það er mikilvægt að byrja snemma og við vitum það að Heckmann sem fékk Nóbelinn í hagfræði meðal annars fyrir að sýna fram á hversu mikilvægt það að byrja snemma og það hvergi fáum við jafn mikið fyrir peningan okkur aftur tilbaka eins og þar sem við innleiðum eitthvað snemma fyrir börnin. Það erfitt að breyta hegðun og erfitt að koma upp heilbrigðum til dæmis lifnaðarháttum seinna á lífsleiðinni. Þess vegna er heilsueflandi leikskóli gríðarlega mikilvægt og það er mikilvægt að við vinnum með börnin og þau eins og við vitum nýbúið að vera dagbarn. Börnin hafa ekki sama val og fullorðnir og við berum mikla ábyrgð þar. Við viljum stuðla að því að heilbrigðavalið sé auðvelt og það sé alltaf auðvelt fyrir börnin að velja heilbrigt, það sé auðvelt fyrir þau að ná að hreyfa sig, borða rétt, hafa góðar hreinar tennur, geta liðið vel og svo framvegis. En það hefur verið áhugavert líka að vinna að þessum verkefnum eða þessum nálgunum. Við viljum helst ekki kalla þetta verkefna því að stundum virkar það eins og það sé í sér upphaf og enda. Við talum þetta með nálgun, með heilsueflandi nálgannar okkar í leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Og við byrjuðum fyrst að vinna með grunnskóla, svo fórum við að vinna með framhaldsskólan og það er kannski svolítið afmarkað. Þeir eru 32 í landinu og þeir eru allir orðnir heilsueflandi. Þegar við vorum að vinna með framhaldsskólana þá var staðan allt önnur heldur en í grunnskólanum. Það voru það unglingarnir sem komu í rauninni svolítið að máli við okkur sem við erum vön að fá almennilega mat í skólum en í framhaldsskólum ekkert almennilega í boði. Við viljum fá ykkur til þess að hjálpa okkur. Það vorum að vinna á lýðheilsustöð til þess að vinna því að við fáum heilsusamlegri en mat í menntaskólum og það kom svolítið frumkvæði frá þeim. Þannig að þar byrjuðum við þar í grunnskólanum. Þar eru líka verið unnið mikið starf, alls konar svona verkefni verið í gangi og þar voru áherslurnar settar aðrar og ég man sérstaklega eftir að byrja að vinna með leikskólum og byrjuðum að vinna með einhverjum og einhverjir eru í salnum sem að byrja með svona hugmyndastigum hvar eigum við að setja áherslurnar í leikskólanum. Og það kannski kemur ykkur ekkert óvart, það var líðan starfsfólks. Það var geðheilsa og veljan starfsfólksins og það sem við byrjuðum með var að bjóða upp á núvitundarnámskeið fyrir starfsfólk leikskóla og við viljum leggja mikla áherslu á það að byrja að vinna með starfsfólki og hvernig við getum stutt við og hlúð að heilsueflingu starfsfólks í öllum skólastigum en þetta kom mjög sterkt fram þegar við byrjum að vinna með leikskóla starfsfólkinu. Og þess vegna höfum við líka ákveðið að taka næsta skref og við erum þegar komin að stað með að búa til í rauninni
námskeið sem hægt verið að taka svona á netinu fyrir leikskólastarfsfólk sem hefur áhuga að bæta líðan sína, sem hægt að gera saman í hóp, en líka fyrir einhverja líka að það sé ekki nauðsynlegt að gera það í hóp. Þannig að við viljum vinna með ykkur, hlusta á ykkur og styðja við ykkur, og við vitum það alveg eins og góð samleggingin að við þurfum að hlúa okkur fyrst áður en við getum stutt við aðra. Þurfum að setja súrefnisgrímuna fyrst á okkur áður en við hjálpum börnunum, og þannig að það viljum við að sé mjög sterk áhersla, og þið finnið fyrir því að sú áhersla, við höfum heyrt hana og við viljum leggja ríka áherslu á það að styðja við ykkur, leikskóla starfsfólkið, í að sinna ykkar starfi og hvetja ykkur til að hlúa vel að ykkur. Og en við gerum það hérna í dag, vil bara þakka ykkur enn og aftur kærlega fyrir ykkar góða starf, þakka ykkur fyrir að vera hérna í dag og bara óska ykkur góðs gengis. Takk.